Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Jæja, í dag ætla ég að pimpa upp pulsur. Ég heyrði einu sinni af pulsusyni. Mér minnir að hann hafi einhvern tímann sagt að maður ætti að segja pilsur. En við notum bara ypsilon sem sem pilsur. Ég held að ég sé komin, ég held ég sé komin á það stig sko að kalla þetta pilsur. En allavega þá ætla ég að pimpa upp pilsur. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að gera þetta. Þetta er í nokkrum svona setupum. Þannig að ég held ég taki bara hvert setup, sýni hvað er í hverju setupi í staðan fyrir að þrusa öllu. Það kannski ég þrusi bara öllu fyrst. Þetta er það sem þú þarft. Við byrjum á því að skera lauk. Við ætlum að djúpsteikja lauk. Ekki til þess að búa til laukringi, heldur stökkan lauk. Það sem þarf við það er mjólk, hveiti, laukur, reykt salt eða bara salt. Salt er alveg nóg, ég er bara með eitthvað að stæla. Cayennepipar og venjulegupipar. Þetta er ekki flókið. Sem við þurfum að gera er eins þunnir hringir og hægt er. Bara eins þunnir og hægt er. Og þá er náttúrulega algjört must að vera með góðan hníf. Þetta er pínu ideal. Svona, þetta ætti að duga. Þetta er bara 2 pulsur. Skilja þessu svo málið að hella mjólkin út á og alveg yfir. Svolítið mikinn pipar. Látum þetta bara bíða hérna út í horni á meðan við förum í að búa til baunirnar. Baunirnar, þetta er ekki, það er ekki erfitt, eins og flest sem ég geri. Þannig að ég fara að þrífa þetta. Skellum hita á strax. Herðu, strax að gleyma. Það sem þarf í baunirnar eru mitt hvítlauksalt, tabasco, tómatpúrra, maltvinegar, Worcester sósa, reykt paprika, star anise, kanilstöng, svo er það rosmarín, bruxisott, stjarna. Þessar uppskriftar eru hvítar baunir. Og í rauninni þetta bara baunirnar sem eru í bökuðu baununum. Og það sem ég ætla að gera er bara að búa til bakaðar baunir úr þessu. Pottur. Dreina er að taka vatnið af baununum. Baunirnar hérna. Svona. Við skellum næst í smá tómatpúrru. Þessi dós er 140 grömm. Það þurfum svona helminginn af því. Sletta. Lágan hita. Svo er það bara restinn. Einn svona heilan star anise. Einn heilan
Nokkur svona döbb af tabasco, nokkur döbb maltvinningar, teskeið af hvítlaukssalti, svona svipað af smoky reyktri papriku, dágóðan slatta af rósmaríni, cayenne, það Worcestershire sósan, það er ekki, Worcestershire, ágætis slatta því. Þetta bara að fara að malla, sjóða niður og verða bara alveg svona eitthvað algjört mall. Ég ætla bara að taka þetta í burtu núna þegar við þurfum eiginlega að fara að byrja á næsta sem er súrkálið. Það er eitthvað svo heitt hérna núna. Það er búið að vera skítakuldi í Brussel en það er einhver hiti. Ég ætla bara að taka af mér. Súrkál með vatninu sem er í súrkálinu. Í súrkálið ætla ég að setja vettet IPA. Þetta er svona, þeir eru ekki miklu IPA menn hérna, en það verður spennandi að sjá hvernig IPA gengur í þessu. Ég hef ekki pröfað það, en ég læti ykkur vita, annars getið þið bara venjulegt súrkál. Svona. Venjulega myndum við að setja einibær líka í súrkálið, en já, ekki einibær. Pröfum bara að setja hérna star anís eða stjörnu anís. Pröfum það bara, það ekki. Setja bara 2 í þennan. Þannig að ekki bara double piston. Skellu henni bara svona hérna í. Svo bara loka. Næst er bara laukurinn. Og já, ég þarf að hita upp olíu. Aldrei að setja olíu yfir 2/3 á pottinum. Það er regla. Þurfum að ná hitanum upp í svona 170 gráður, ekkert mikið hærri en það. Já, þá ríkur hitinu upp. Dass af cayennepipar, alveg svona. Góður hluti salt. Ég með reykt salt. Fá smá reyk í pulsuna. Ég ætla að setja meiri cayenne. Svona. Það er alveg að ná, hveiti þarf alveg að ná smá lit. Það er bara smá bið, þetta er 149 gráður. Örglega eftir að verða ógeðslega feitur að vera þarna uppi því að alltaf þegar ég er að vinna þá er alltaf mega matalykt í gangi. Hún einhvern veginn bara, hún fer ekki. Já, þið kannski látum mig bara vita ef ég fara hann að fitna eitthvað. $176 gráður. Getum lækkað á þessu alveg bara niður í mín. Og nú er það bara drullumall. Shaker af mjólkina. Og svo shaker af hveitið. Svo er það bara að hunda þessu út í. Laukhringir. Ekki eins og við þekkjum það, en allavega laukhringir. Nauðsynlegt að setja salt yfir í endan. Þetta er líka bara, þetta er eins og snakk, hlustið bara. Panna á. Fullur hiti. Nú er bara komið að mönnunum. Það er bara pulsur og bacon.
Þá er hægt að setja beikonið á. Beikonið klárt. Þetta eru venjulegar vínarpulsur. Þetta eru bara vínarpulsur sem eru handgerðar hérna í Belgíu. Ég get ekki hætt svona lauk. Jæja, nú bara komið að þessu. Nú bara þarf að fara að setja þetta saman. Smjör á pönnu. Eggin tilbúin. Ein rauðanbrotnaði. Hendur þessu frá núna. Og hérna eru pulsurnar úr súrkálið. Þá er þetta svona, ég veit nú ekki hvað það... Það er ekki að hækka bara aðeins hérna. Það sjáu kannski... Sjá, hvernig er myndin núna? Ná okkur skrúðabrettið. Sko, ég er með eitt tipp fyrir ykkur. Það er að skera brauðið ofan frá. Það er svona. Niður í það, því þá sko, það er ekki góðan hnífur í þetta enn allavega. Þá helst brauðið svona ágætlega fallegt og það er svona gott fyrir presentation. Svona, byrjum kannski á kúrekapylsunni. Góðu dollopi af baunum í botninn. Höfum við double barrel. Dollopið hérna ofan á. Setja bara eitt egg, þá get ég svona sé hvernig þetta lítur út með eggi. Svo er það sinnep yfir hérna. Laukurinn hérna ofan á. Tómatsósu. Ostineppi. Svo smá súrar gúrkur. Svona gerum við bara pulsur. Svona upp geiminn, sem maður segir á góðri íslensku. Ég veit ekki bara leggja í þetta, spurning um að þetta sjáu þið hérna, það verður að byrja að leka hérna niður eggjarauðan. Sko. Það er engin falleg leið til að borða þetta. Baunirnar eru mjúkar og góðar og svolítið bara, það eru svolítið sterkar. Það er svona himna bjórnum hana eftir. Hérna Bruxelles bjórinn minni mig, eða ekki? Jú. Þetta er svona mér langar rosalega að segja það. Þessi er rosalega. Ég ætla bara að henda þessari. Að henda henni. Setja henni eitthvað annað. Og þá er það
að smakka hina. Sko. Sko, þetta er engin pempjumatur. Það er alveg gott að ég sé standandi við þetta. Wow. Steikti laugurinn, djúpsteikti laugurinn, gefur svona smá crunch sem er rosa gott. Svo verður hérna vettet IPA súrkálið eða sauerkrautið. Það er bara rosa sætt og gott, það kemur einhvern veginn svona sætubragð. Pulsurnar hafa einhvern veginn náð að, já. En allavega, fyrirgefðu. Það væri ógeðslega gaman ef þið myndið læka, deila, kommenta ef það eru einhverjar spurningar eða eitthvað. Ég mun lesa og reyna að svara spurningum og eitthvað. En það væri geggjað ef þið myndið læka, deila, kommenta. Því að algoritminn, við tölum þetta, hvað algoritminn virkar, þá poppar þetta upp oftar og ég get búið til fleiri og betri þætti jafnvel. Vá, Við sjáumst bara seinna.